Nú ætlum við að halda áfram með fyrsta kaflan úr bókinni Eðlisfræði 2, þetta er annar hlutinn, en þessi kafli fjallar kraft og hreyfingu. Frjálst fall er þegar hlutur fellur án loftmótstöðu. Það er að segja, hann hrapar bara niður, það er ekkert loft í kringum hann til þess að hægja á hann. Lofttæmi er sem sagt staður eða aðstæður þar sem að lítið sem ekkert loft er. Það er til dæmis lofttæmi í geimnum og tunglinu, en á jörðinni er alls ekki lofttæmi. Í lofttæmi þá falla allir hlutir jafn hratt. Það er að segja, það skiptir engu máli hvort við sleppum fjöður eða blýkúlu á tunglinu eða í lofttæmi. Þær falla nákvæmlega jafn hratt. Því að þyngdarkraftur togar alla hluti jafn mikið niður eða jafn hratt niður. Þetta er ekki sá raunveruleiki sem við erum vön, því að í lofthjúpi jarðar þá er heilmikið loftmótstaða. Og þegar maður hoppar og fallið þá skiptir máli hvort maður baðar út höndunum eða gerir sig eins lítinn og maður getur, hvað maður fer hratt. Þegar maður baðar út höndunum þá er meiri loftmótstaða og þá fellur maður hægar. Og það er ástæðan fyrir því að fjöðurinn fellur hægar hjá okkur. Það er af því að hún hefur meiri loftmótstöðu heldur en blýkúlan. Loftmótstaðan er ein tegund af núningi. Það er sem sagt hamlar gegn hreyfingunni. Og við skulum skoða þetta. Ef ég læt kallinn hérna hoppa niður og hann skulum stoppa aðeins hérna. Hérna sjáum við, skulum skoða hraðan á honum og við skulum sína hraðan, hann er á 0,7 sekúndum hérna, en ef ég fer aðeins ofar, sjáðu rétt áður en hann opnaði fallhlífina þá var hraðin miklu meiri, sjáðu hérna rétt áður þá var þetta 6 metrar á sekúndu, en leið og hann opnar fallhlífina þá snar hægist á honum niður í 0,7 metrar á sekúndu. Það fer eftir því hvað fallhlífin er stór. Ef ég minnka til dæmis fallhlífina og förum aðeins tilbaka að sjá því, þá er hraðin í lokin 2 metrar á sekúndu en ekki 0,7 eins og þann, því að minni fallhlíf veldur minni loftmótstöðu. Þegar hlutir kasta fram af einhverju, þá skiptir í raun engu máli hvort við kostum þessu hingað í átt að apanum eða látum þetta detta bara hérna niður á borðinu. Þeir lenda á sama tíma. Við skulum skoða þetta. Þurfum við að skipta tæki hérna og skoða apan. Það er í raun þannig að kúlunni er skotið hérna en apinn er í sömu hæð og hann dettur. Þannig að apinn er eins og önnur kúla sem væri sleppt hér. Og það er alveg sama hvað við gerum, hvort við stækkum kúluna eða fiktum í þessu. Þetta fer alltaf í apan. Og sko þetta, sjáðu þið, það er alveg sama hverju ég breyti. Fær apan nær. Hann lendir alltaf því að þessi fer jafn hratt niður og kúlan. Þess vegna lenda þau alltaf á sama stað. Sjáðu þið. Kúlan fer alltaf í apan því að hann fellur jafn hratt niður og kúlan. Kúlan fer hins vegar til hliðar mikið hraðar. Og þetta skiptir máli þegar maður er að skjóta í mark á eitthvað sem er á ferð, eins og við sjáum hér. En það er í raun þyngdarkraftur sem togar þetta jafn hratt niður. Þegar við köstum eitthvað upp í loftið eins og þessum bangsa hérna, þá fer hann upp í loftið og þá hann fer hérna upp í loftið og þá smá minkar hraðin. Þangað til hann stoppar hérna uppi að þá er í raun hraðin á þeim tíma þegar hann stoppar hér uppi, þá er hraðin 0. Svo smá eykst hraðin aftur þegar þyngdarkrafturinn togar hann niður. Þetta köllum við kasthreyfingu. Hlutir sem ganga á brautum jörðu þurfa að halda ákveðinni ferð, því að það er í raun samspil tveggja krafta sem heldur hlutum á brautum jörðu. Það er þessi sömu kraftar sem halda jörðinni á brautum sólina og tunglinu á brautum jörðina. Það er þyngdarkraftur sem togar þetta niður, en það er svokölluð tregða,
tegna þetta aðeins betur, sem að ítur þessu beint út. Alveg eins og ef við erum að snúa ykkur í kringum og sleppum því, þá fer það beint í nákvæmlega þá stefnu sem það var að fara í þegar við slepptum. Þessir tveir kraftar eru jafnstórir og þá fer þetta hring eftir hring eftir hring. Þegar við skjótum gervinetti á brautum jörðu þá þarf að fljúga með hann mjög hratt og slepp honum á réttri ferð, þá heldur hann áfram hring eftir hring eftir hring. Þetta er svolítið flókið en raun samt ekki. Tregða er þessi kraftur, viðleitni hlutar til þess að halda hreyfingu sinni eða kyrrstöðu. Bíll sem er að fara hérna og kemur að beygju, hann vill fara beint áfram, en dekkin og stýrið, þau beygja honum hérna í beygjuna. Og það er alveg sama, sjáðu, við finnum fyrir krafti hér í þessa átt og hér í þessa átt og hér í þessa átt. Við sveigjumst til hliðar í þessum bíl sem fer svona hratt í beygjuna. Við finnum þetta mjög vel þegar bíllinn tekur af stað, þá þrýstust við aftur því að við vorum kjur og við viljum halda áfram að vera kjur. Svo þegar bíllinn er komin á ferð, þá viljum við halda áfram að vera á ferð, þannig ef bíllinn bremsar þá fyrir við fram því við vildum halda áfram að vera á ferð en bíllinn er að stoppa. Þannig að þetta er pínulítið flókið en samt í raun velskiljanlegt þegar maður fattar út á hvað þetta gengur. Miðsóknarkraftur og miðflóttarkraftur eru tveir kraftar sem að koma við sögu þegar maður er að fara í hring. Hérna er ég að sveifla þessum bangsa í kringum mig og það er miðsóknarkraftur sem verkar inn á við en miðflóttarkrafturinn verkar út á við. Og ef þessi kraftur eru jafnsterkir þá náttúrulega fer bangsin bara hring eftir hring. En ef að ég sleppi þá hverfur miðsóknarkrafturinn og þá flýgur hann bara áfram beint í þá stefnu sem hann var að fara í þegar ég sleppti honum. En þá er þessu lokið.